byrja núna. Jú, þetta framhald af byrjuninni og hún var svona, ég menn held að ég reynda var Gunnar búinn að kynna að ég myndi í þeim áfanga kynna íslenska verkalýðshreyfingu og bera hana saman við alheiminn held ég, en það gerði ég nú ekki. Ég byrjaði í steinöld og var meira sem með fornleifar til þess að láta fólk þreifa á og mér fannst það rétt vegna þess að ég held að svona fyrir auðvitað við öll misjöfn en við þurfum átt okkur á því að verkalýðshreyfingin ekkert sprottin upp úr engu. Hún á sér langan aðdraganda og langa þróun og í sjálfu sér manneskjan svo þannig kvikindi að hennar spor eru mjög djúp í allt vistkerfi þessar plánetu og ég fannst rétt að byrja á yngri steinöld þegar fyrstu merki stéttskiptingu verður til. Ég ætla ekki að endurtaka það, en ég setti þetta upp hérna svona síðan verða sko á aldir átök á milli stétta og á miðöldum og fram á nýöld sjáum við fjölmargar uppreisnir. Við þekkjum náttúrulega uppreisn Spartakusar, við höfum allt heyrt Spartakus ekki satt og þýski bændur reisu upp þarna á 16. öld og einmitt urðu til þess að Lúther sem var svo mikill pólitíkus, ekkert síður en kristniboði eða trúboði eða hvaða orð sem við köllum hann, hann tók afstöðu gegn bændum sem risu upp einmitt í krafti eða í skjóli þessa mikla lærimeistara uppreisnarinnar og hann fordæmdi þessa bændur og skoraði á aðalinn að fara og slátra þessum óðu hundum eins og hann orðaði það og þetta til skjalfest í erindi sem hann skrifaði eða grein og enska borgarastyrjöldin ég fer svona bara í nokkur atriði á þessum árum 640 til 660 sem sannarlega átök á milli lágstétta, milli verkafólks eða vinnufólks og aðalsins og líku með því kerfi sem síðan hefur einkennt England, þingbundin í konungsstjórn. En á þessu sama tímabili þá það svo merkilegt sko að þá verður, nú erum við komin inn í nýöldina, nýöld sem sko markast af til dæmis hruni Austur-Rómverska ríkisins eða landafundunum. Íslendingar hafa mjög ákveðna dagsetningu á hvenær miðöldum lauk og hvenær nýöld hófst. Það 7. nóvember 1550. Ég hugsa að þeir hafi með þess að cirka tíman á því, alltaf ekki verið 2 eftir hádegi. Þá lauk sem sé miðöldum á Íslandi og allir þekkja þennan atburð sem þá átti sér stað. Það var þegar Jón Arason og synir hans 2 voru hálshöggnir, síðasti kaþólski biskupinn á Norðurlöndum. Nema hvað að en það og þess vegna vildi ég nú byrja svona í síðast tíma dálítið langt aftur til þess að draga fram einmitt þessa ofboðslegu breytingu sem verður á nýöld fyrir tilstilli Evrópumannsins. Það Evrópumaðurinn sem þá sá hluti mannkyns sem fer hraðast yfir, hann býr yfir meiri tækni, það reynda búið að vera í gangi mikil sko leit að svona áhuga á vísindum
þrátt fyrir að kirkjan hafi reynt að halda allri öllum áhuga á að leita út fyrir hið ritaða orð Biblíunnar, reyndi að halda því svo niðri að þá var engu að síður þessi öfluga leitarþörf Evrópumanna og hún leiddi til þess að þeir voru reyndar komnir á stað eins og Saga Íslands ber með sér, komnir á stað miklu fyrr en á 16. öld að þá fara þeir að leita náttúrulega í vesturátt til Ameríku. Þá eru þeir búin að finna, þeir finna hana innan gæsalappa, svo ef við getum talað að land sé fundið, það var þegar fundið reyndar og af Evrópumönnum en svo verða þeir þarna í þessari það 16. öldin sem ofboðslega markerandi fyrir sókn Evrópumannsins inn í önnur samfélög með kolsvarta dauðaslóð á eftir sér. Því að þessari forvitni Evrópumannsins, henni fylgir þjáning og dauði og hún knúin áfram af græðgi. Hún knúin áfram af þörfinni eftir og löngun til að finna krydd, eitthvað sem hægt var að njóta í Evrópu til þess að selja, og þetta var knúið áfram af kaupmönnum og svo þegar þeir komast að því að sumstar hérna við og Suður Ameríku líka gríðarlega mikið af gulli, að þá létu þeir hendur hérna, hvað heitir það? Þá létu þeir hérna, fóruð mjög hratt í gullsókn sinni og einmitt þessi gullöld Spánar sem stærsta nýlenduveldið framan af, að þessi gríðarlegi auður Spánar varð til þess að búa fyrir hrun þessa efnahagskerfi sem þar var, og margir sagnfræðingar og hagsögufræðingar hafa einmitt dregið þetta fram þegar þeir hafa verið að ræða þessa langvarandi svona fátækt Spánar, að þetta hrun sem fylgdi gullæðinu, gullmagninu sem safnaðist inn til Spánar, var til þess að kippa fótunum undan þessu mikla veldi. Kannski eru Norðmenn að hugsa til þess að þeir eru að spara olíusjóðsinn, maður getur haft það í huga. Þeir fara eiginlega svo varlega í að snerta við þessum olíusjóði að þeir svelta heilbrigðiskerfið og menntakerfið í dag. En skulum ekki eyða allt of langur tími í þetta. Ég vildi bara drepa á þetta. Þetta er sem sé uppreisnir. Franska byltingin, hún sem sé uppreist sem hún verður að byltingu, og þá spurning hver munurinn á uppreist og byltingu. Uppreist allar byltingar byrja á uppreist, en svo ef þeir hafa langvarandi áhrif, þá köllum við byltingu. Og Rússland 1917 og Kína 49 en svo eru verkföll, og ég bara svona rétt að kynna þetta hugtakið verkfall. Það er allt annað. Það út af þessi ákveðnu gerð uppreisnar, en verkfall þegar verkafólk, frjálst verkafólk, leggur niður vinnu og að krefjast einhverja breytinga á kjörum sínum, annaðhvort launahækkana eða betri vinnuaðstöðu eða hvað nú er. Og fyrsta verkfallið sem vitað er nú hvorki meira né minna en frá því á tímum faraóanna í Egyptalandi. Og það vitað alveg þetta verkfall, það dagsett meira að segja, og það 1165 fyrir Krist, og það voru sem sé verkamenn við
í Konungadalnum sem lögðu niður vinnu og þetta líka skráð og þeir voru nefnilega ekki þrælar. Egyptar byggðu ekki mikið á þrælahaldi í sinni menningu. Þeir tóku þræla reyndar þegar þeir voru í hernaðarleiðangrum, þá sóttu þeir þræla og gerðu þá á sínum, en sjálft hagkerfið byggðist ekki á þrælahaldi. Og þessir verkamenn fengu úrlausn mála sinna og unnu þannig sigur. Sama gerði verkamenn í Opo, sem fyrsta verkfalli sem þekkt á Norðurlöndum, það 1491 sem lauk með því að verkamenn í Opo í Finnlandi, þeir fengu sínum kröfum framgengt. Þannig að þetta ekkert alveg nýtt að við tölum verkföll. Síðan þegar innbyltingin eða innvæðingin hafin í Evrópu, Bretlandi, Þýskalandi, að þá spurningin þá stendur fólk algjörlega réttindalaust. En það heldur ekki nein lagaákvæði sem banna fólki eitthvað. Þannig að, og þetta verður fólki ljóst svona saman að í þessum samfélögum eins og námunum eða á öðrum vinnustöðum í spunahúsinu, verksmiðjurnar eru einmitt þessi mikla breyting sem verður á samfélögum. Það verður til ný menning með iðnvæðingunni. Og ég nefndi þarna England 1640 til 1660 og einmitt þá verður þessi breyting á bresku samfélagi að þeir vegna þessara viðskipta við Ameríku, innflutningur á korni hafði aukist gríðarlega frá Ameríku og korn var ekki orðin svo meginstoð bænda sem áður hafði verið. Svo að þeir sneru sér að öðru sem var próteinaríkara og það var sem sé nautakjöt og sauðfé. Þannig að þeir fóru að rækta sauðfé. Kjöt var sem sé málmálan hjá bændum, en það þurfti miklu minna vinnuafl. Svo að vinnuaflið verður þarna í sveitinni, veit ekkert hvað það á að gera, það réttlaust. Hvert sækir það? Jú, það sækir í bæinn. Alveg eins og gerist á Íslandi á 1900. Það verður sem sé straumur fólks sem bara að leita lífsviðurværis, leita gæfunar, leita möguleikum, trúa á að það sé eitthvað sem býður þeirra þarna. Fólk hafði líka trú á framtíðinni þá eins og nú. Og þessi leit, hún einmitt á þeim tíma þegar iðnbyltingin svona að fara af stað, eða iðnbreytingin, eða iðnvæðingin. Og það sem sé, hefði ekkert gerst nema það þessi samfella, það helst í hendur að það gríðarlegt magn vinnuafl sem bara bíður og leið þessi mikla þörf eftir vinnuafli. Og það sem fólk flóttinn á mölina og það sem fylgir svo þessari iðnvæðingu borgarna sem eru tiltölulega afmarkaðir í Bretlandi. Þeir hafa þarna mikla námur, þeir hafa hráefnið til staðar, þeir hafa vinnuaflið, þeir hafa allt sem þarf til þess að þetta geti rúllað, að þeir fara þeir fara að byggja yfir verkafólk sitt.
En hvers konar húsnæði þá byggt? Það byggt samkvæmt hjallastefnunni. Ég nota orðið hjallastefnu, ég vona að það móðgengan. En þeir byggðu sem sé hús sem voru ofboðslega óvönduð, köld, og þetta nú alveg gegnumgangandi alla mannkynssöguna þegar svona breytingar verða, að þá er fátækt fólk, þeir sem koma þurfa á vinnu að halda umfram allt. Þeir eru svona látnir, þegar þeir hafa ekki þetta samtakaafl, að þá verða þeir bitbein valdsins. Og valdið, það ekkert mjög hákristið í framferði sínu gagnvart fátæku fólki, og sérstaklega í samfélagi þar sem aðallinn hefur ekkert kynnst öðru en að ráða því sem hann vildi ráða, og þessi þróun þarna í Bretlandi verður að það myndast í kringum verksmiðjurnar svona ofsalega þéttbyggð, óvandaðra leiguhjalla, og meira segja var svo að það var tekin upp skattur á glugga sko á 1693 held ég. Sem sé þannig að hús sem höfðu fleiri glugga en 8 fengu sérstakan lúxusskatt, og það þýddi að menn drógu úr að hafa glugga. Men það segir sjálft í stóru sambýlishúsi að þá voru 8 gluggar ekki margt, mikill fjöldi. Svo að það voru gríðarlega mörg hús sem voru byggð með þessum hætti til þess að spara. En það sem svona lítil saga í sambandi við þetta, manneskjan svo hégómagjörn, og þessi staðreynd að þurfa að borga háa skatta var náttúrulega líka til þess að húsin voru ljót að sjá, svo að menn tók upp á því að mála glugga í stað þess að hafa raunverulega glugga. Og það dálítið gaman ef þið komið einhvern veginn til Póllands, ég veit hús þar, og það víða í Evrópu, þó ég kom í svona augnablikinu bara í huga mér, minnist ég bara eins hús í Białystok í Austur-Póllandi. Það var nefnilega sem sé byggt á þessum sama tíma, þegar sá sem byggði það, hann hafði verið sko dálítið mektugur maður og farið í reisu til London og séð þar þess að þetta tískan, já þetta tískan, svona gerum við heima. Og hann fór til Białystok og það voru ekki gluggaskratta þar, en hann hélt þetta væri tískan. Svo hann fór bara aðeins og fína fólkið í London gerði, það málaði glugga. Svo að enn í dag þetta hús standandi, og þessum gluggum haldið við máluðum á vegginn frá 19. öld. En í byrjun, sko, þegar iðnvæðingin að hefjast, þá fólk réttindalaust, algjörlega. Vinnutíminn ótakmarkaður, fólk vann í byrjun, sko, 10, 12, 16 stundir, jafnvel fleiri stundir á sömu launum, jafnvel bara fekk einhvers konar daglaun, þó að það væru 16-18 tímar, og fólk fekk þó misjafn laun eftir hvort það var karlmaður, kona eða barn. Og hvaða hópur skyldi nú vera sá dýrasti fyrir iðnaðinn eða atvinnurekendur? Jú, það voru náttúrulega karlar. Þeir voru heldur dýrari, sko, kannski 2/3 eða allavega helmingi dýrari en börnin og 3/4 dýrari en konur. Svo að í mörgum, bæði eins og í námum, hentuðu börn ágætlega. Drengir gátu skriðið alveg innst inn í minnstu hólur og brotið þar hól. Eins var það í spunaiðnaðinum, þar voru fínir fingur barna mjög eftirsóttir, og konur voru líka alveg feikiflinkar þar.
þannig að kallar sátu oft eftir atvinnulausir. Þannig að það urðu mjög áberandi svona sveiflur í vinnu karla og þeir fóru þá að bregðast við þessum kjörum sínum með einhverju ráðum. Og hvaða ráða grípur fólk til þegar það algjörlega örvæntingafull og veit ekki hvað á að gera? Jú, það fer að ráðast gegn orsökinni og ég vil að brjóta orsökina og það voru vélarnar. Þeir litu á vélarnar sem óvin sinn og þeir voru kallaðir lúddistar. Hann hét Lúddi sem var í fararbroddi fyrir þessa bylgju sem gekk yfir. Og þetta reyndar svo í okkar sögu líka, ég kem nú á því síðar, að í íslenskri verkalýðssögu sér maður líka að verkafólk hamaðist gegn tækninni ef að hún ógnaði störfum þeirra. Og já, en þetta var sem sé skammtíma viðbrögð og þetta var síðan með samtakamætti fólks að þá var hægt að þrýsta á breytingar og fólk fór að skynja, ok, tæknin kannski þarf ekki að vera óunin, það heldur það kerfi sem knýr sem hagnast á þessum breytingum. Og ég ætla ekki að fara í forsendur innbyltingan, það virkjun gufuaflsins, og það var löngu þekkt reyndar gufuaflið, það til sögu frá Forn-Grikklandi sem sýna fram á að menn þekktu þetta afl en það var engin ástæða til þess að virkja það í samfélagi sem nýtti sér bara þræla. Það fyrst þarna þegar vinnuaflið frjálst og það til sölu að menn fara að hugsa einhvers konar framleiðni vinnuaflsins og hversu mikið hægt að fá út úr hverri klukkustund. Og gufuaflið var upphaflega fyrst og fremst nýtt ekki til þess að knýja vélar til þess að bora eða eitthvað slíkt inn í göngin, heldur til þess að dæla upp vatni úr nám. Og síðan þegar þessi tækni var komin af stað þá var henni beitt svo víða annars staðar. En við sjáum þetta samfélagin sem fæðast þarna. Þessi mynd geti verið víða að frá Evrópu á 19. öld og í æsku minni þegar ég var krakki þá man ég vel eftir svona góðviðri stögum þegar vindur var hægur úr austur að austan að þá fann maður, ég hugsa að það séu fleiri hér inni sem muna þennan tíma, menn sem eru komnir á þroskaðan aldur, að maður fann ilm kolana frá London eða frá Bretlandi. Já, þetta var magnað sko. Já, okkur fannst þetta ekki drosalegt, þetta var bara útland. Útland var komið heim. Þetta var ekki slæmlegt. Nei, en svo datt mér í hug þetta þessa pæling sko, hvað breytist með þessari menningu sem verður til í borgum með iðnvæðingunni? Hvað það sem breytist? Það nefnilega, þetta verður til ný menning. Og í stað þess að fólk í sveitum hafði verið bara í takt við náttúruna. Það voru misjöfn verkin eftir árstíðum og þeim þurfti að sinna á misjöfnum tímum og misjöfnum tímum líka eftir árstímum. Svo að stundum þurfti fólk að vakna snemma, eins og allum sá háslætti þá þurfti fólk að vakna klukkan kannski 3, 4 eða 5 eða svoleiðis eldsnemma á morgni bara í morgunróðanum og svo var það stóða við fram á nótt, þar til að myrkur var orðið. Sem sé fólk, tími bændasamfélagsins var allt
annar en tími borgarsamfélagsins. Þetta apparat hérna, það var algjörlega óþarft í sveitarsamfélaginu. Það var enginn sem lét sér detta í hug að hann þyrfti á þessu að halda. Hann vaknaði bara af, og manneskjan nú þannig, við getum alveg, ég veit ekki hvort að, ég get alveg trúa því að þessu einhver hérna inni, þó að hópurinn sé ekki stór, sem geti vaknað upp tiltölulega auðveldlega á ákveðnum tíma. Þetta er stórmerkilegt, maður getur þetta og ég hef sjálfur prófað þetta og þetta ekkert mál. Manneskjan hefur innbyggða klukku í sér sem við getum notað, sem við erum hægt að nota því að við höfum allar þessa tækni sem við látum bara taka af okkur erfiðið sem svo ekkert erfiðið. En klukkan verður þarna kunstmannseign með innbyltingunni og hún það er sem 19. öld sem menn fara að, þó að það sé svo lengi vel og gamli verkamenn sem ég talaði við, íslenskir sem voru ungir til dæmis þegar á 3. og 4. áratugnum. Þeir áttu þá enga klukku, þeir hafði ekkert ráð því, en þeir þurftu að vakna klukkan 5 á morgnana enga síður, en það var heldur ekkert mál. Þeir gerðu það, en svo þessi þegar verksmiðjan annars vegar, að þá þessi krafa að vera á réttum tíma, stimpla þig inn eða þú verður að vera komin á staðinn á réttum tíma, annars þú búinn. Og maðurinn verður algjörlega þræll tímans. Þetta finnst mér að veitum að muna. En það líka annað sem var áberandi, ég kem nú að því kannski á eftir. Ef ég á Langárðukrakkar, þá skulle ég bara segja, nú þetta gott og lögur. En leikurinn minn byrjar ekki fyrir 4:30. Nú. Já. Leikurinn minn einmitt núna. Hvaða leikur það? Það Arsenal Leicester. Alveg ég lausu þetta. 2-0. Já, fyrir Arsenal. Já, hver anskotin, Slæma fréttir. Heyrði, en það sem ég ætla að segja var það að það annað sem fylgir borginni eða þéttbýlinu, það þetta, ég nefndi kallana sem eru þarna í reiðileysi oft á tíðum, meðan konurnar kannski hafa eitthvað störf og börnin, að þá eru þeir í vandamálum og þeir verða þá tuttar og ráðast gegn tækjánum og Var þetta útbreitt alla Evrópu sem sagt? Já. Kallarnir þeir sátu jafnvel heima? Já, en þó það aðalega í Bretlandi, þessar heimildir mínar eru aðalega þaðan, já, en þetta var það reyndar. Og það var eins og Íslandi, það var konur og voru allemst á höfninni í byrjun aldarinnar á móti köllum. Þær fengu 3. launa kalla, en báru sömu þyngd á móti köllum. En kallanir það sem annað fylgdi þessari nýju menningu, það var að hún tekur með sér ýmislegt úr sveitinni. Í sveitinni voru gjarnan vinnumenn og vinnukonur á samningi til árs og í þessum samningi fólst meðal annars að fengu fæði og klæði og svo var eitthvað áfengið, það menn gátu fengið eitt strammara að morgni til þess, það var ágætt að byrja morgunin og kannski enda líka daginn með því að fá sér eitt góðan Svo að í upphæfi innbyltingar dálítið mikið brennivín, gin í Bretlandi og það voru konur sem stóðu við portverksmiðjana sem voru kallaðar gin-konurnar, gin-kettlingarnar sem skömmtuðu gin á mennina sem kom inn eða fólki sem kom inn í og þau menn fengu og komu svona vel þéttir til vinnu og það var sem sé síðan áberandi að með tímanum var þetta orðið mjög stórt vandamál, þessi mikla drykkja. Og svo þegar
kallarnir þar ekki urðu atvinnulausir, þá fóru líka að stunda pöbbana, það var ekkert annað að gera, og þar var líka félagsskapur, þar hittu þeir sína líka, og þessi sem sé skelfilega staða, hún verður hins vegar til þess að menn finna til samkenndar, og það eru aðrir sem horfa upp á líka það sem að gerast í þessum hverfum verkafólks. Því að þar finna þeir líka, þeir sem búa fyrir utan, þeir finna líka að það engin eiland hérna. Smitsjúkdómar til dæmis verður til dæmis mjög áberandi kynnsjúkdómar sem konurnar í atvinnuleysi sínu neyðast þess að selja líkama sinn, og þar verður gríðarleg gróðastíða kynnsjúkdóma, mikill að drykkju, og fólk sem kemur í námunda við þessi hverfi verkafólks úr öðrum og innan gæsalappa betri hverfum, þeim hraus hugur við þessu ástandi. Og það verður til svona mjög áberandi í miðstétt Bretlands áhuga fólk sem vill koma til aðstoðar, og það eiginlega upphafið af verkalýðshreyfingunni í Bretlandi. Það þessi félög sem verða stofnuð, það eru svona stúkufélög, það eru sem sé bindindisfélög sem kölluðust fólk saman á fundi, það voru ákveðnar dagskrár, það þurfti að hafa ákveðin fundarsköp, þú þurftir að biðja orðið eða þú ætlaðir að segja eitthvað, og þú varst þú sem hvattur til þess að segja eitthvað, en það þurfti bara að vera samkvæmt reglum fundarins, svo að það mátti ekki tala hver ofan í annan. Fólk lærði einmitt þarna að vera á fundum, og þetta gríðarlega mikilvægt fyrir verkalýðshreyfinguna, að hún verður til þarna í þessu hyldýpi fátæktar og eymdar ofdrykkju, með því að menn fóru að stofna bindindisfélög fyrir verkafólk. Og börnin voru svo sem ekki með í þessu, en það menn fara að hafa áhyggjur af, og líka þessi félög eru farin að þrýsta á, sko, menn finna það þetta afl, og þetta náttúrulega algjört stjórnleysi, þannig að þegar við erum komið fram yfir aldamótin 1800, að þá förum við að sjá einhverja tilraunir til þess að takmarka, setja einhver mörk á vinnutíman. Það var það sem var kannski aðalatriðið fyrst hjá verkalýðshreyfingunni, alveg eins hjá Dagsbrún í öndverðu þegar hún stofnuð, verkmannafélagi Dagsbrún 1906, og þá var fyrst og fremst spurningum að koma einhverjum mörkum á vinnutíman, að hann mætti ekki vera endalaus. Og hérna þetta gert í áfengum 1818, 1825 og 31, og síðan loksins 1850 vinna barna í vefnaðariðnaði takmörkuð við 10 stundir. En það sem sé börn alveg niður í 6 ára og kannski jafnvel yngri. En í Prússlandi, hérna sjáum við kort af Prússlandi. Ég veit ekki hvort þið hafið nokkuð heyrt Prússland. Það ég seti þessa mynd svona ganni vegna þess að hún kemur við sögu nefnilega. Prússland mörg samfélög, upphaflega sem sé þýsk-rómverska keisaraveldið var eins og það var kallað, þýsk-rómverska keisaraveldið var bútað niður í óheimi fjölda smáríkja, smákongadæmi og furstadæmi aldir, og það ekki fyrr á 19. öld sem Prússar hafa forystu það að sameina þýsk menningarsvæði í eitt ríki. Þetta sem sé á 19. öld, og nota bene 19. öld þessi öld rómantíska þjóðernishyggju, þegar menn fara að skynja og leggja áherslu á að
þjóðir eigi sér merkilega menningu, þær eigi sér merkilega tungu, þær eigi að rækta tungu sína og menningu og það verður til hugmyndum þjóðríki þarna 19. Þetta er ekkert sjálfgefið að þjóðríki sé endilega, og svo erum við ekkert viss það í dag hvort það sé endilega það ákjósanlegasta, en allavega þjóðríki verður á 19. öldinni lausnin og Þjóðverjar eru það ríki sem kannski ásamt Ítalíu sem gengur lengst í þessu, þeim tekst á svipuðum tíma að sameina mörg borgríki og furstadæmi, bæði Þjóðverjum og svo Ítölum í eitt svokallað þjóðríki. En hérna, ég ætlaði nefnilega að reyna að, hvað er klukkan? Hún kortir gengin 1. Ég ætlaði að reyna að komast að Íslandi á 20. öld. Ég ætla svona aðeins að skoppa yfir þetta. Þetta á ekki að vera mjög svona þungt. Ég veit ekki hvað ég á að eyða miklum tíma sem og þetta er kannski líka spurning hvort að maður reyni ekki svona að velta fyrir sér spjalla eitthvað saman. Samt þetta finnst mér þetta nauðsynlegur svona aðdragandi að því sem kannski megin tilgangur þessa prógrams að kynnast íslenskri verkalýðshreyfingu og hennar rótum, en hún er einmitt þarna. Ræturnar eru þarna í Evrópu og það er sem sé 1848 sem við sjáum mjög greinileg teikn í fyrsta sinn. Það er þá byltingaralda sem gengur yfir Evrópu, byrjaði á Ítalíu og svo til Frakklands og það verður, Evrópa er bókstaflega í gríðarlegri byltingaröldu sem fer þarna yfir. Einveldið er afnumið víða og þarna kemur verkalýðshreyfingin fram í svona mótaðri mynd sem skipulögð hreyfing með ákveðnar kröfur. Og Karl Marx skrifaði mjög góða greiningu á þessari þýðingu þessa átaka febrúaruppreisnarinnar í París og almennt í Evrópu 1848. En þarna verður líka til hérna á þessum sama tíma einmitt aðrar, nú er Marx, ég er búinn að nefna hann hérna og Engels, vinur hans og félagi, og þeir eru eiginlega tvíeind, en svo eru ýmsir aðrir sem að pæla líka. Og það sem ég vil leggja áherslu á hérna í þessum hópi að við þurfum að læra að meta skoðanir annarra sem eru kannski ekki alveg eins okkar, en eru í takt við okkur að margan átt. Og ég man að Gunnar okkar hérna formaður framkvæmdastjórnar, hann kom ágætlega inn á þetta í kappræðum þarna fyrir kosningarnar. Það sem hann var spurður með hverju mann geti unnið. Og það var mjög skýrt og skornort. Ég get unnið með félagshyggjufólk í Flokki fólksins, ég get unnið með sósíalistum í Samfylkingunni og ég vil líka í VG. Og svona hann taldi þetta bara svona vel upp. Þetta var mjög, fannst mér flott í staðins að setja sig í einhverja svona stellingu og fordæma þá sem ekki hafa sömu skoðun og við, heldur að við getum unnið með mörgum. Og sósíalistar hafa einmitt verið með þann kost og þann galla að vilja hugsa. Og við höfum verið að pæla. Og þess vegna erum við ekki alltaf á sömu skoðun. Og þar í þessum hreyfingum, sósíalistiskum hreyfingum eða sem eiga rætur í verkalýðshreyfingunni, eru nefnilega ýmsar skoðanir. Og þar að meðal eru anarkistar og
hann Proudhon sem var franskur sem svona kallað faðir anarkismans, en svo líka til anarkosyndikalismi. Syndikalismi var dálítið annað, ég kem kannski að því síðar, svona til að skýra þetta. Báðir þessir faktorar eru og enn í dag öflugir í Frakklandi og Spáni og Svíþjóð líka. Syndikalismin býsna sterkur og var það allavega fyrir 10 árum síðan í verkalýðshreyfingunni. Þeir hafa ekki lagt áherslu á þing eða heldur fyrst og fremst verið að pæla í eignarhaldi á fyrirtækjum og að hafa áhrif á framleiðslu sem sé ferlið og vera í tengslu við það fólk sem vinnur í framleiðslunni. Og nú ég komin að fransk-prúsneska stríðinu. Það var Bismarck sem var brautryndi að þessari sameiningu þýsku ríkjanna. Hann var mjög klókur, hann verið kallaður járnkanslarinn og hann hafði tekist að sameina allt Þýskaland. Hann hafði farið í stríð gegn Dönum 1864, stríð sem Danir gleyma aldrei, og þá fékk hann til liðs við sig Austurríkismenn. Hann fór síðan í stríð við Austurríkismenn nokkru síðar og vann það stríð, og með þessum þá var hann búinn að bæta við stórum hlutum sem sé Austurríkis og síðan Suður-Jótlands. Og þá átti hann eiginlega eftir bara svæðin á landamærum Frakklands sem Frakkar höfðu tekið í Napóleónsstyrjöldunum, og þá hóf hann stríð við Frakka 1870 og því stríð lauk með stórum sigri, en Parísarbúar neituðu að gefast upp vorið 1871. Og þeir börðust og þeir lokuðu borgina af. Og þar anarkismin mjög sterkur og þeir byggja upp sitt eigið samfélag á skipa borgarstjórn og koma á alveg nýjum lögum, alveg nýjum viðhorfum til valdsins. Það eru við sem ráðum en ekki þeir. Og þeir hafa þarna meðal annars aðskilnað ríkis og kirkju, afnám barnavinnu, rétt verkafólks til að taka yfir fyrirtæki við vissar aðstæður. Það er að segja ef að eigandinn hefði flúið og sýndu að þá var einmitt þetta að taka yfir fyrirtækin, og hámark húsaleigu, jafnrétti kynjanna, algjör, 8 stunda vinnudagur, bann við næturvinnu bakara. Þetta var mörgum óskiljanlegt að þetta síðasta, bann við næturvinnu bakara, vegna þess að Frakkar hafa eiginlega þrifist á því að geta fengið volgt brauð á morgnana. En engu að síðan þetta var bannað. En þessi Parísarkommúna, henni var slátrað, ekki af franska hernum. Jú, ekki af mætti franska hersins, hann hafði gefist upp fyrir Þjóðverjum. En Þjóðverjar höfðu nefnilega mjög miklar áhyggjur af þessu. Þetta var verulega hættulegt til fyrirmyndar. Svo að þeir leystu stóran hluta franska hersins úr fjötrum til þess að hann gæti slátrað kommúnni. Og það var gert. Og það voru, sem sé, tugir þúsunda sem voru drepnir og tugir þúsunda sem voru, ég heldur 30.000 hafi verið fluttir til dauðanýlendunar í Suður-Ameríku. Man ekki hvað á kölluð, franska Kína, jú, og Guyana. Og þaðan komu fæstir heilir tilbaka. En þetta, já. Var það París sem voru með það? Öll París, já. Og Parísarkommúnan þetta kallað, og
Marx og Engels, þeir skrifuðu þetta, þeir voru mörguleyti mjög imponeraðir, en leið voru líka gagnrýnir. Og þeir töldu að þetta geta orðið fyrirmyndin að einhvers konar kommunisma, einhvers konar samfélagi réttlætis. Þarna var verið að reyna að koma slíku á. Það liði ekki nema bara 2 mánuði og já, þannig að þetta var skammvinn tilraun, en enn í dag þá Parísarkomúnan svona viti fyrir þá sem pæla í svona félagslegum breytingum. Dæmi það að þetta var reynt og þetta hægt. Og þarna voru mjög áberandi líka konur í öllum konur og kallar. Þannig að margar konur sem voru þarna hugmyndafræðingar sem skrifuðu Heljanis Bísn og voru á fundum, og þetta var gríðarlega greinilega mikil samstaða meðal þessa fólks sem var þarna inni króað innan múra Parísar. En það var heldur engin miskunn gagnvart neinum þegar uppgjörið varð. Já. En eftir Parísarkomúnuna þá færist svona miðstöð þessar pólitísku hreyfingar og svona pólitísku hugmyndafræði frá París til Þýskalands. Þýskaland verður eiginlega miðstöð sósíalískar hreyfingar eða svona hugsunar, en staða þeirra var ekki góð að öllu leyti vegna þess að Bismarck kominn til valda. Já, hann var búinn að vera það, var hall á hann með þess að, nema hvað hann bannaði flokkinn, bannaði sósíaldemókrata flokkinn og alla sósíalíska flokka. En hann gat hins vegar ekki og bannaði ekki, og það var ekki hægt samkvæmt stjórnarskrá, að banna einstaklingum að bjóða sig fram. Þannig að menn fóru á snið við þessi lög, og á þingi í Þýskalandi voru sósíalískar mjög sterkir þrátt fyrir að flokkurinn væri bannaður. Og hugmyndafræðin þar verður gríðarlega svona kraumandi í mótun verkalýðshreyfingarinnar á næstu árum. Hann fór nú reyndar í samkeppni við sósíaldemókrata, hann Bismarck, með því að hann ætlaði að yfirbjóða með félagslegum breytingum. Og það var bara jákvætt. Flokkurinn eða sósíaldemókratar komu þó því til leiðar að hann tók mið af þessari kröfu, og hún var útbreidd. Hann var populisti, hann var bara Sigmundur Davíð þess tíma, og hann tók upp til dæmis bann við barnavinnu og takmörkunarvinnu kvenna og barna, og heilbrigðiskerfið var stokkað upp, eins var það með menntamál. Það voru býsna margar breytingar, og margir hafa talið með Þýskaland þess tíma svona brautryðjanda velferðarsamfélagsins. Og það alveg víst að, þó að við getum ekki sagt að það hefur verið beinlínis skandinavíska módelið, en þá var það í áttina. Og kartistar, þetta var líka þessi hreyfing þarna sem barðist fyrir kosningarétti. Fabian félagið, ég hef áhuga að segja nokkur orð Fabian félagið. Hafið þið heyrt eitthvað það? Það var stórmerkilegt félag og reyndar enn, það ennþá til. Fabian Society, og þetta félag var svona skóli hugmyndafræðinnar í breskri verkalýðshreyfingu. Þetta voru menntamenn, þetta voru George Bernard Shaw og Annie Besant og Emmeline Pankhurst. Pankhurst var eina af þessum konum sem var í broddi kosningaréttarins. Hún var sú sem leiddi
leiddi baráttu kvenna fyrir kosningarétti. Hvað eru kallaðir? Þetta voru mér orð. Súffragettur, suffrage, sagði kosningaréttur. Það var svo einfalt orða. Þetta voru ofboðslega grimmar, það byggt mjög, þetta voru aktívistar algjörlega af guðsnáð. Þær hentu sig fyrir hestvagna og bíla þegar þeir voru komnir og þær voru fórnuðu sig algjörlega í baráttu fyrir rétti. En þær höfðu nú fyrst og fremst í huga misréttarkonur, ekki kannski alveg eins á mikinn áhuga á verkakonum. En engu að síður að þeirra barátta hún skilaði árangri. En Fabiansson félagið, þeir nefndu sig eftir Fabian okkurum sem var herskforingi í öðru púnverska stríði Rómverja, menn horfðu langt tilbaka. En hann hafði haft þá taktík að eins og íslensk verkalýðshreyfing tíma sem við kölluðu taktík hvað kölluðu það? Ég man það ekki. Að hörfa undan og koma óvinnum óvörum úr öllum áttum. Sem sé aldrei að gefa höggstað á sjálfum sér í beinu augliti við óvinnin, heldur að geta komið honum að óvörum úr öllum áttum. Þannig áttu þeir líka að vinna í sinni félagslegu baráttu. Og þeir voru, þetta var aldrei fjölmennt félag og þetta eins og ég segi, þetta ennþann dag í dag til. Þetta einhvers konar hugmyndafræði grúppa verkamannaflokksins. En þeir lögðu áherslu á að það væri eitt samfélag og þetta samfélag væri þyrfti að vera lifandi og það þyrfti að vera með öllum innviðum, allir nauðsynlegir innviðir þessa samfélags þurfti að vera virkir og þeir þurfti að vera eign fólksins. Það að segja heilbrigðiskerfi, menntakerfi, samgöngur, allir nauðsynlegir innviðir hvers samfélags þyrfti að vera eign samfélagsins en ekki einkadrifin. Og þetta eiginlega svona atriði sem mér hefur oft fundist heilla, og þetta náttúrulega félagsskapur sem heillaði marga sósíaldemókrata og hann, Jónas frá Hriflu, hann var einmitt tíma í London áður en hann kom heim og var á einhvers konar kvöldnámskeiði hjá Fabiansósíalistum. Svo að hann kom hingað undir áhrifum frá þessari hugmyndafræði. Og hérna nefndi ég syndikalisman, hann sem sé líka til og hann ennþá til, en það þessi hugmyndafræði að vinna fyrirtækin, vinna innan verkalýðshreyfingin, verkalýðsfélögin eiga að vinna með fólkinu á gólfinu og það þar sem afl okkar liggur. En þann dag það sér maður svona hverfi í Bretlandi sem eru einmitt svona og ég tók nú nokkrar myndir svona sem ég sótti bara. Þetta er einmitt ég nefndi bindindishreyfinguna og þetta var verulegt vandamál í þessum hverfum, þessi skelfilega drykkja og konur einmitt bæði misréttarkonur og konur þess sjálfa sem voru búsettar í þessum hverfum, að þær stofnuðu samtök til þess að reyna að koma mönnum frá villu síns vegar, fóru á pöbbana,
voru að reyna að hvetja fólk að hætta, eða menna að hætta, brjóta vínámur og beittu bara sínum aðferðum sem eins og þeir gátu. Hérna er já, ég ætlaði nú að bara sem sé enda hérna að ég er búinn að vera allt of langorður og ég það hérna, en það er spurning hvort að maður endi ekki hérna með Íslandi. Hér er verkalýðshreyfing stofnuð, maður sér fyrst móta fyrir henni undir lok 19. aldar. Það er nefnilega svo að á Íslandi hefjast býsna miklar breytingar á samfélaginu á 19. öld. Við þekkjum þessa rómantísku þjóðernishyggju, við vitum þéttbýlismyndun, þar að segja að bændasamfélagið fer svona smám saman að víkja fyrir nýrri atvinnugrein sem er þá sjávarútvegurinn, og með honum verður til aukin þéttbýlismyndun, og þessi þróun hún tekur vaxtarkipp með lögunum frá 1855 eða stjórnarskrárbreytingunni sem verður þá, sem felur í sér að öll verslun Íslendinga er öllum frjáls. Áður hafði verið svokölluð einokunarverslunin hafði verið frá 1602 til 1787 og síðan hafði verið selvstöðuverslun frá 1787 til 1855 sem var engu betri heldur en einokunarverslunin. Hún var bara takmörkuð við þegna Danakonungs, öllum frjáls sem sé af þegnum Danakonungs, en réttur Íslendinga þá til að fá nauðsynjavörur var þar með afnuminn, en það var sem sé fyrst með þessari breytingu 1855 sem öllum allri heimsbyggðinni er heimilt eiginlega að versla við Íslendinga, og þá verður líka þessi sprengja í sjávarútveginum, og þar með má segja, ég myndi segja að þessi miðja öldina þá fer Íslendingar að fara inn á svona fer að breytast í átt að í sömu átt og lönd höfðu verið að gera í Evrópu með iðnvæðingunni, þó að við köllum að iðnvæðingin hafi ekki byrjað á Íslandi fyrir með fyrstu vélinni, eða fyrstu vélinni í gamlan sexæring sem var 1902, en þá eru þessar sömu breytingar, þær fara að sjást svona upp úr miðri 19. öld. Og í næsta tíma þá hafði ég hugsað mér að við myndum fara svona almennt yfir íslensku í þróun verkalýðshreyfingarinnar, en svo líka spurningin sko með við gerum ráð fyrir sko 3 tímum eftir þennan, eða ekki, og það er spurning sko hvernig við viljum gera þetta. Ég get sett upp alveg plan sko, en það er líka gott að fá hugmyndi frá ykkur. Ég get líka verið ofboðslega langorður og stundum tími ég mér ábyggilega og svo tími ég orðum líka, og þannig að það er ágætt að þið geti líka smellt á mig spurningum og verið svona þetta sé líka bara svona samtal sko. Það er mjög gott. Samtali er alltaf gott. Ég held að þetta sé nú bara ágætt orðið, ef að þið eru sæmilega sátt. Já, takk. Það er þá að gera til hálf. Já, þú meina það, þá bara setjumst við hérna og förum við vísur. Já, þú ert rétt byrjað rétt